Það rætt að bæta vel í heilbrigðiskerfið, byggja það upp og ég held að öll þjóðin sé nokkurn veginn sammála að það þurfi að gera. Stjórnmálaflokkarnir flestir, en þetta voru ekki gengið sérstaklega vel hjá okkur. Virðist vera ný ríkisstjórn í burðarliðnum, við fáum allavega ríkisstjórn og það öruggt að hún mun gera eitthvað í heilbrigðismálunum. Hingað kominn Birgir Jakobsson landlæknir. Sæll Birgir, velkominn. Sko, það vekur athygli mína að þú talar á þann veg eftir að hafa verið hér landlæknir í nokkur ár og ert nú reyndar að hætta skilst mér eftir hálft ár að það sé ekki nóg fyrir okkur að setja bara meiri peninga í kerfið heldur þurfi líka að byggja það upp og breyta því og bæta það. Já. Hvaða breytingar þetta sem þarf að gera? Já, það rétt sem þú segir að allir eru sammála að þurfa að bæta heilbrigðiskerfið og ég áhyggjur á því að það mikið talað það og stjórnmálaflokkarnir eru sammála að þau þurfa að bæta það og leggja það meira fjármagn en það eru fáir sem tala það hvernig á að breyta því. Og ég að tala að við verðum að gera kerfisbreytingar samhliða því sem við leggjum meira fjármagn í heilbrigðiskerfið og það kerfisbreytingar sem ég aðalega að tala þá hvernig við fjármögnum þjónustuna, hvernig við greiðum fyrir þjónustuna, annars vegar opinbera þjónustu og hins vegar einkarekna þjónustu sem umtalsverð hér á Íslandi, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Þannig að þessar tvær greinar eru fjármagnaðar á mjög ólíkan hátt sem að hafa mjög skaðleg áhrif á heilbrigðisþjónustuna að mínu mati. Þannig að við erum annars vegar með spítalana og allt það kerfi og svo erum við með þetta mikla stóra sérfræðingakerfi. Já, og það að segja þennan einkarekstur á stofu, þennan svokallaða stofurekstur sem að rekinn í samkvæmt rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands við Læknafélag Reykjavíkur. Og hann raunverulega opinn samningur og það hefur verið markviss stefna hér í næstum segja áratugi að aðgengi að þjónustunni eiginlega markmiðið að auka aðgengi að þjónustunni með því að auka eða fjölga sérfræðingum á stofu. Já. Það hefur verið aðal stefnan í áratugi, vil ég meina. Kannski ekki sú stefna sem menn tala hátt en kerfið hefur verið rekið þannig. Það mjög lítið þetta talað og ég held að ég hafi byrjað að tala þetta þegar fyrir 2 eða nærri 3 árum þegar ég tók hérna við starfi að mér finnst þetta vera óeðlileg þróun og þetta raunverulega ekki verið að stýra því hvernig við viljum hafa þjónustuna og hvernig hún svarar þörfum og væntingum þeirra sem eiga að njóta þjónustuna. Sko það var skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem sagði að fjármunirnir sem fóru í sérfræðingana hefðu aukist og stofurnar hefðu aukist 40% meðan það hefði dregið saman 10% til spítalans. Já, og það alveg laukrétt. Þetta hefur gerst á síðustu 10 árum. Ef við lítum á fjárveitingar til heilbrigðisþjónustunnar frá því aldamót þá sjáum við það að við vorum þokkalega sett fram til 2003, þá gerist eitthvað. Þá förum við að draga úr fjárveitingu til heilbrigðiskerfisins og á sama tíma, við erum búin að draga úr því nokkur ár áður en kreppan dynur yfir, þá minnkar þjóðarkakan þannig að heilbrigðiskerfi lendir í miklum hremmingum eftir kreppu og raunverulega ennþá að bíta á nálinni með það. Það vanfjármagnað. Það vanfjármagnað heilbrigðiskerfið, greinilega, ég ekki nokkrum vafa það. Við erum ef við bara lítum á starfsaðstöðu fólks og hvernig fólk vinnur í heilbrigðiskerfinu, það vinnur mjög mikið, við getum sagt það að hjúkrunarfræðingar að vinna kannski aðra hvora helgi. Þetta gjörsamlega liðinn tími í nágrannalöndunum. Það mjög erfitt að fá fólk að vinna annað en kannski 3 hverja helgi, mögulega 2 helgar af 5. Þannig að við erum komin í stöðu þar sem við eigum erfitt með að manna heilbrigðisþjónustuna og fólk fer í önnur störf. En hvernig hægt að breyta þessu? Ég hef nú stundum hugsað það við Íslendingar, við komum með okkur upp kerfum og við eigum alveg óboðslega erfitt með að breyta þeim. Það ákveðin fastheldni, ég held að það sé stundum skortur og úthaldi og svo eru líka mjög sterkir hagsmunaaðilar eru mjög sterkir hérna og það náttúrulega augljóst að til dæmis varðandi þessa stefnu sem þú lýsir hérna þá það hafa sérfræðingarnir hag af henni.
Já, ég er hræddur að það sé stór hluti af vandamálinu og eins og þú segir að þrýstihópar eða þessir hópar sem hafa hagsmuna að gæta, þeir eru nálægt stjórnvöldum og stjórnvöld hafa ekki haft þor að marka skýra stefnu það hvernig eigum að byggja upp heilbrigðiskerfi sem að tekur tillit til fyrst og fremst neytenda þjónustunnar en líka það að skapa góða vinnuaðstöðu fyrir þá sem að vinna í heilbrigðiskerfinu. Já, en er einhverja líkur á því, finnst þér að stjórnvöld fái þetta, nái sér í þetta þor eða? Ég veit það ekki. Ég held að orð eru til alls fyrst, þannig að ég held að ríkisstjórn og þeir sem marka stefnu í heilbrigðismálum verði fyrst að segja við viljum gera hlutina og tala og marka skýra stefnu og ég held að það sé fyllilega mögulegt. Hins vegar er ég ekki að segja það að það er engin ástæða til þess að loka þeim einkastofum og svo framvegis. Ég hef aðalega verið að tala það að við erum með tvöfalt kerfi. Við erum með kerfi sem annars vegar er fjármagnað af fjárlögum sem er mjög lamandi áhrif á framleiðni þjónustunnar. Við erum með hins vegar einkarekið kerfi sem er mjög fjármagnað af fyrir hvert viðvik og hefur mjög hvetjandi áhrif sem getur verið skaðlegt líka. Og ég er viss að að vissu leyti skaðlegt í íslensku heilbrigðiskerfi. Við þurfum að samræma þetta tvennt. Við verðum að fjármagna einkarekna opinbera þjónustu á sama hátt. Þú segir að þetta er brotakennt og þetta spilar illa saman og við vitum það öll sem að höfum þurft að sækja þjónustu í heilbrigðiskerfið og höfum eða eigum ættingja börn sem hafa þurft að fara þangað. Þetta er mjög brotakennt og til dæmis hvernig heilsugæslan og hvað hún er í vondu ástandi í raun og veru. Já, heilsugæslan hefur verið í vondu ástandi. Ég einlega fagna því að mér finnst eins og heilsugæslan, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, sé aðeins að rísa úr þessu vandræðaástandi sem hefur verið og það er að miklu leyti vegna þess að við höfum breytt fjármögnunarmódeli í heilsugæslunni sem er hvetjandi og verður til þess að fólk verður að hugsa svolítið öðruvísi heldur en það hefur gert áður. Og ég held að við þá ættir að vísu að meta það, hvaða áhrif það hefur, þetta er frá síðustu áramótum, en ég held að verðum að hugsa eins með spítalaþjónustuna og sérstaklega hvað varðar Landspítalann og þessa spítala sem við höfum út á landi. Við verðum að breyta fjármögnunarmódelinu þannig að það sé á verulega miklu meira hvetjandi heldur en það er en ekki þetta ekstremt hvetjandi eins og það er í einkareknum þjónustu. Þannig að meira tillit tekið til gæði þjónustunnar, öryggi þjónustunnar og svo framvegis. Aðgengi. Við erum ekki nógu mikið í því að meta þessi gæðin. Við erum alls ekki nógu mikið. Við höfum allt og lítið af gæðavísum. Við erum mjög skammt á veg komin í því að raunverulega vita hverju er heilbrigðisþjónustan að koma til leiðar. Við höfum raunverulega setið eftir síðustu 20-30 ár þegar nágrannalöndin hafa verið að þróa þetta bæði greiðslumódel, gæðamódel og svo framvegis síðustu 30 árin. Það hefur sáralítið gerst hér á landi því miður. Getum við sótt fyrirmyndir til Norðurlandana? Það er nóg að þeim og ég held að við værum í norrænu samstarfi og værum að hitta fólk og einhvern veginn finnst mér við ekki verið að taka með okkur heim þá kunnáttu sem er fyrir hendur á bara Norðurlöndum. Það er ýmsir þættir. Það er þessi lyfjanotkun. Já. Við tökum ofboðslega mikið af lyfjum. Já. Og það er náttúrulega til marks veikleika í kerfinu. Ég held það. Ég held að mikið af þessu munstri sem við sjáum, bæði lyfjanotkun og eins aðgerðir, við erum nýlega búin að kanna þá á embættinu vissar aðgerðir sem eru mjög algengar og við erum raunverulega ekki bara tvisvar sinnum, við erum þrefalt, fjórfalt og jafnvel sjöfalt hærri í vissum aðgerðum heldur en gengur og gerist á Norðurlöndum. Og ég er alveg klár á því að þetta hefur með heilbrigðiskerfið að gera. Og hvaða aðgerðir eru það? Ja, það við gerðum kíktum á aðgerðir eins og hálskirtlatökur, við kíktum á rör í eyru barna, hnjáliðaspeglanir, ristilspeglanir og svo framvegis. Við erum mjög að gera miklu meira af þessum aðgerðum heldur en nágrannaþjóðirnar er að gera og ég er alveg viss um það að við erum að gera heldur og mikið af þessu. Og svo er það geðheilbrigðisþjónustan sem hefur setið verulega á hag. Já, hún náttúrulega við höfum haft þessa umræðu síðastliðna mánuði geðheilbrigðisþjónustuna og það gildir allt kerfið þannig að það allt í frá heilsugæslunni og annars stigs þjónustu. Við höfum fyrirmyndir af góðum geðheilbrigðisteymum hér á höfuðborgarsvæðinu og það komin geðheilbrigðisstefna sem var samþykkt á þessu ári
en við höfum raunverulega ekki burði til þess að koma þessari stefnu eða öðrum þeim stefnum eins og krabbameinsáætlun og svo framvegis í framkvæmd vegna þess að við erum ekki með fólk og við erum ekki með innviði til þess að gera þessa hluti. Það hafa verið samdar stefnur og þær hafa endað í skúffum mikið. Já. En þetta sem sagt kannski lykilmálsins að ný ríkisstjórn það dugir ekki fyrir hana og það kannski annað sem maður myndi nefna, það eru biðlistar sem hafa náttúrulega verið böl hérna líka. Biðlistar eru böl og biðlistar eru oft böl í þó að opinber kerfi hafi oft sannað yfirburði sína yfir einkarekin kerfi en þá er oft gallin við opinber kerfi að aðgengið að vissum aðgerðum er slæmt. Og þar kemur einkaframtakið inn og léttir á. Það getur gert það að vissu magni og við skulum ekki horfa fram hjá því að það getur verið ágætt mál. En í okkar tilfelli þá erum við með svo lamandi fjármögnunarkerfi á spítölunum og við tökum Landspítalann sem dæmi að við erum að gera miklu færri aðgerðir eins og til dæmis mjaðmarliða aðgerðir heldur við ættum að gera heldur en Norðurlöndin er að gera en aftur á móti erum við að gera miklu meira af aðgerðum út í einkarekna kerfinu vegna þess að það fjármögnunarkerfi hvetur til mikilla aðgerða. En þetta sem sagt kannski það sem situr eftir af þessu samtali og þessum sem ég fekk því að það kannski er brýna nýja ríkisstjórn hver sem hún svo verður að setja ekki bara meira fé í heilbrigðisþjónustuna heldur líka að fara í kerfisbreytingar. Það er algjörlega nauðsynlegt og til þess þarf þor til þess að taka á málunum og þora það að verða óvinsæll kannski í einhverjum ákveðnum hópum tíma. Birgir, þakka þér fyrir komuna. Við ætlum að tala aðeins samfélagsmiðla hér á eftir og hugsanlega ógn þeirra við lýðræðið.